áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Við ætlum að forvitnast aðeins beint flug frá Akureyri. Til mín komin Ragnheiður frá Ferðaskrifstofu Akureyrar. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þið eruð að bjóða upp á svona ýmsa pakka og stakar ferðir. Segðu okkur aðeins hvað það er. Við erum að bjóða upp á, höfum við gegnum árin alltaf að bjóða upp á svona einhverja leiguflugsferðir, mest borgarferðir og á haust og vori svona kannski aðalega sem við höfum að gera og ég erum að bjóða, við erum nýkomin heim fulla vél heim frá Dublin, bara í seinustu viku, seinustu helgi og það erum að vinna í samstarfi við Vita. Síðan erum við að fara til Rómar eftir hálfan mánuð. Akkurat. Og það er líka í samstarfi við Vita. Og síðan erum við að setja upp, eða erum við með eina ferð í sölu sem hefur gengið bara vonum framar til Tenerife 7. janúar í 9 daga. Og þetta er svona eins og við köllum svona stök leiguflug. Í allar þessar 3 ferðir erum við að nota Icelandair. En síðan erum við komið með svona nýjan vinkil sem við hefur ekki verið í boði fyrir okkur allavega ekki undanförnum árum. Það sem við erum að fá sæti frá Superbreak. Já, sem byrjar að fljúga hérna svolítið reglulega til Akureyrar. Já, byrja 10. desember. Já. Og eru fram að áramótum, eða fram yfir áramótin. Já. Ef ég man rétt að taka þær aðeins pásu þá og kom svo aftur inn í febrúar og eru fram í mars. Já. Og þá það svona upphafs- og endaferðirna sem að nýtast okkur. Já, og ásamt einhver öðru. Já, ásamt öðru. Við erum með erum að bjóða stök flugsæti bara út 10. desember en það er hægt að stökkva til London fyrir tiltölulega lítinn pening frá Akureyri og koma sér þá heim í gegnum Keflavík. Það er nú held ég 8 ferðir suma daga frá London til Keflavíkur. Eða frá Bretlandseyjum. Og svo í restina sem að vísu held ég ekki komið í sölu hjá okkur, það er í mars sem við fáum einn legg svona lausan sem satt frá London til Akureyrar fyrir þá sem kannski vilja koma sér út fyrr. Og við verðum jafnvel með pakka sem við búum til í kringum það. En svo eitthvað pláss í einhverjum vélum fram og tilbaka. Já, við erum með sem sagt 10. desember til 14. erum við með pláss og þá erum við með pakka sem heitir London og Liverpool. Já, leikur. Já, það er leikur. Er sú ferð að vera uppseldur? Já, Liverpool-Napoli. Sá leikur uppseldur ef við fáum ekki fleiri mið á leikinn. Og þá það 2 nætur í London eða 1 eða 2 nætur í London og svo lest til Liverpool og svo flug þaðan heim frá Manchester. Og það er líka með sem ég held við með ennþá Manchester City Hoffenheim, það er meistardeildarleikur annar sem hægt að sjá. Síðan erum við með jól og nýjós sem ferð. Já, þá ætlaði að fara hvert, segirðu? Þá erum við að fara, það er Manchester. Já, það er líka svona leikur. Já, það er hægt að fara bara og jóla. Það þarf ekki að fara í fótbolta. Nei. Það er ekki allir sem áhuga því. En það er jóla. Vinsæl ferð að fara og lenda á gamlársdag. Já, það lenda bara 10-20 heima á gamlársdag. Já. Það er flogið til Manchester og flogið heim frá Leeds. Það er smá rútuferð, eldsnemma á gamlársdagsmorgun til að ná fluginu til Akureyrar og lent hér 10-20. Og það svona hefur verið vinsælasti pakkinn enn sem komið er. Er þetta aukast heldurðu eða erum við alltaf svolítið bundin af þessum flugvelli sem vantar álítið upp á? Það er hægt að komast hingað. Það er hægt að komast hingað og svona ég held að bara, og það er verið að vinna í því og það er eitthvað sem við erum að fá held ég meira inn í sumar. Já. Er það tengslu við Superbreak? Nei, það er eitthvað allt annað sem er að koma inn í sumar og það kannski er það með svona hópað utan. Kannski nýtist okkur ekki við sem hugsum að komast beint út. En síðan verðum við með ferðir eftir áramótin, verðum við með ferð til York, 2 ferðir. Þetta við allt ferðir mánudag til föstudags. Já, ekki helgarferðir. Ekki helgarferðir, ekki enn sem komið er. En við erum að vonast til að þær detti inn. Já. Þannig að svona við erum þeirrar aðilar hér sem ætlum að sjá að reyna að selja eitthvað af þessum sætum og þá er það að gera fyrir okkur að nýta okkur þau. Já, það er náttúrulega svo mikil snilld að komast til útlanda frá Akureyri. Að sleppa öllum krókalegunum söður og bara að sleppa auka ferðalögum, auka gistingu. Og ég sé það sem er dýrmætast í okkar lífi núna tíminn okkur. Já. Sleppum með það, þú ert að spara þér ef þú fer keyrandi, ert að spara þér einhverja 12 tíma. Já, þetta er alveg utan við að gista og annað, sko. Já. Þannig að það svona er alveg fjölbreytt úrval. Já. Og fara á heilsinni. Er eitthvað hægt að sjá þetta allt í heilsinni? Inn á aktravel.is er hægt að sjá bara allt það sem við erum í boði og það þó að það sé eitthvað núna, við erum í samstarfi KEA núna, við erum með KEA-tilboð, KEA-kort. Á einhverjum af þessum ferðum eða öllum bara? Já, eitthvað af þessum ferðum. Til Bretlands. Já. Og síðan eru við, og þar dettur fyrst inn ef við dettum eitthvað
eða dettur eitthvað nýtt inn í sölu. Kemur það þarna, já. Ég held að það er svona það sem er, og má alveg segja frá, að það er helgaferð til Bath Já. sem gæti verið spennandi. Hvenær er hún? Hún er í febrúar. Já. Og hérna... Eru þið með kolefnisjöfnunarhnapp á heimasíðin ykkar? Nei. Væri ekki sniðugt að útbúa svoleiðis? Jú, það væri mjög sniðugt. Því nú er þetta bara svolítið atriði, sko. Já. Að fljúga og menga. Og menga. Og að setja menga náttúrulega endalaust. En við mengum minna með að fljúga héðan. Er það ekki? Frá Akureyri. Nákvæmlega. Fyrir okkur sem farþega heldur en að keyra suður. Já. Eða fljúga. Þarna ertu með góðan punkt. Já. Þannig ef þú ætlar að hugsa út í það, Já, að þá ertu hérna, Akkurat. sporið þitt verður minna. Já. Allar þessar ferðir er þetta að sjá inn á aktravel.is. Aktravel.is. Facebook síðan okkar er líka ferðaskrifstofa Akureyrar. Hún á að halda, eða þar, já. Þar kemur allt líka. Þar kemur allt fyrst. Og svo er þetta heimsækja ykkur bara... Inn á skrifstofun og eða ringi okkur eða. Já. Og hérna bara að gera, og ég svona hvet þá sem er að hugsa að nýta sér þetta. Já. Því að fólkið á hinum endanum, það fór út í það að vera með stærri vélar og meira framboð með það að leiðarljósi að Norrlendingar myndu nýta sér eitthvað af þessum sætum. Þannig að þeir fóru kannski út í smá meiri auka kostnað og annað til þess að... Er það þá Superbreak? Það er Superbreak, já. Og við erum í þessi góðu samstarfi við þau. Já. Hvað hefur við vonað á mörgum hópum, flugum frá Superbreak? Veistu, ég held að sé 29 flug. Ég held ég sé að fara með rétt. Já, það er slett af fólki. Já. Þetta er mikil innspýting. Þetta er mikil innspýting og bara á þessum ástíma, þú veist, að koma 10. desember og fram yfir jól og áramót og svo aftur í febrúar. Veistu eitthvað til þess, er þú eitthvað inn í því hvað þetta fólk gistir og svona? Það er kannski ekki alveg þín handtökur. Nei, það er ekki minn, en ég svona er náttúrulega, þetta er bara að gista mest allt á hótelum hér í bænum. Já, no pláss. Já, þessum ástíma er no pláss og salan hefur gengið vel. Já, þannig að... Best frá þeim stöðum sem er ekki áætlunarflug inn á Keflavík. Já. Það sem er svona, já. Þetta er frábært. Takk fyrir að koma og segja ykkur frá. Er eitthvað svona lokum sem þú ert að brenna inni með? Nei, ég held að við sem bara nokkuð góðar. Já, takk hérlega fyrir að segja ykkur frá þessu beina flugi frá Akureyri. Hvetjum alla til að skoða. Endilega. Takk fyrir. Takk.